Komið þið sæl. Ég ákvað að gera stutt kynningarmyndband fyrir forrit sem heitir Excel. Einhver ykkur þekki kannski. En við ætlum að reyna að nota einhverja tíma í vetur til þess að vinna í Excel og tengja það við stærðfræðina. En fleiri kannski tengja Excel við heimilisbókhald eða einhvers konar myndrit og það er vissulega hægt að nota það þannig líka. En við ætlum að taka fyrir ákveðin verkefni reglulega í vetur og í þessu fyrsta verkefni þurfum við að fá leyfi hjá kennara til þess að vinna í nemendatölvu eða fara inn á bókasafn. En þar eigið að geta nálgast Excel í öllum tölvum skólans því að líka geta unnið þetta heima ef þið viljið. Ef þið farið inn á slóðina office.com og þar ættið að geta skráð ykkur inn með að nota sama aðgang og þegar þið eru að skrá ykkur inn í tölvur skólans. Nú við það fáið þið aðgang bæði að Excel og Word og ýmsum fleiri forritum. En í þessu verkefni þurfum við að opna viðhengi sem er á námfús. Þið megið vinna 2 og 2 saman. Mér finnst 3 vera of stór hópur. Þeir sem vilja vinna einstaklingslega með það sjálfsögðu líka. Og svo þegar þið eru búið með verkefni þurfum við að senda þetta í tölvupósti. Senda það til mín og passið bara að koma nöfn allra þeirra sem unnu verkefnið fram í tölvupóstinu. En til að byrja alveg á byrjuninni, þá ætla ég að sýna ykkur hvernig við opnum Excel. Nú, við getum í fyrsta lagi smellt á Windows-merkið hérna neðst í horninu og þar ætti Excel að blasa við á skjánum. Eða þið getið smellt á stækkunarglerið hérna niðri og skrifa í leitardálkinn Excel og þá ætti það að poppa upp og svo er þetta að smella á það þar. Og þriðja leiðin, eins og ég nefndi, ef þið farið inn á office.com og þar getið þið skráð ykkur inn hérna uppi með netfanginu sem er aðgangur ykkar inn í tölvur skólans. Passið bara að sé @rfkskolar.is einnig fyrir aftan. En þegar þið eru búin að skrá ykkur inn þá ætti Excel að vera eitt af þeim forritum sem við getum opnað hérna á heimasíðunni. Ekki heimasíðunni, jú þessari heimasíðu. En allavega, ég ætla að nota forritið hérna í tölvunni og sýna ykkur eitt og annað þar. Hér erum við eitt dæmi sem ég nefndi áðan og sumir tengja Excel við einhvers konar heimilisbókhald eða slíkt. Og hér má sjá dæmigert bókhald hjá unglingi. Það er hægt að sjá hvað hann eyðir miklu í bíó í hverju mánuði fyrir sig og aftast er ég búinn að setja inn þá eða láta töflureiknin reikna fyrir mig heildar bíókostnaðinn hjá þessum nemanda. Nú hverjum dálki er hægt að sjá hvað hann eyðir miklu í hverju mánuði fyrir sig. Og rauða talan hérna niðri er heildar þá eyðslan í janúar. En kosturinn við að hafa þetta í svona töflureikni er að maður getur séð þá í fyrsta lagi með að skoða tölurnar hérna neðst hvaða mánuður er dýrasti mánuðurinn. Maður getur líka séð hvaða liður er dýrastur eða ódýrastur, eyðir mest í tölvuleiki og minnst í eitthvað annað. En ef ég ákveð allt í einu í maí eða júní sem er kannski ekki búinn þegar ég gerir þetta myndband, að kaupa einn tölvuleiki viðbót og hann kostar 10.000 krónur. Með að slá það inn hér og þá sjáum við að allar tölur breytast sjálfkrafa í kjölfarið. Það allar tölur sem að tengjast júní eða tölvuleikjunum og líka heildar eyðslan hérna fyrir hálfsárs tímabil. Og það er það sem svona töflureiknir er að gera, hann reiknar fyrir okkur jafn óðum breytingar. Og það er líka hægt að nota Excel til að gera myndrit, eins og ég nefndi áðan. Hér er súlurit sem sýnir fjölda lesinna blaðsíðna í lestrarátaki í ónefndum skóla. Hér er einhver búinn að leika sér að setja upp töflu sem sýnir hvað ákveðnir margir dollarar jafngilda miklu í íslenskum krónum. Og kosturinn eins og að segja áðan ef að gengi breytist úr 150 krónum í kannski 120 sem $1 er. Við horfið á íslensku krónurnar núna þegar ég ít á enter og það breytast þær sjálfkrafa allar. En við skulum þá snúa okkur að verkefninu sem þið ætlaði að gera. Hér erum við stæðu 2x + 3 og það sem við ætlum að gera, eða ætla heldur láta Excel gera fyrir okkur, er að reikna gildi þessari stæðu fyrir nokkur ólík x. Ég er búinn að skrifa hérna efst í reitin sem er A1 og þar er ég búinn að skrifa x
Við reytum B1, ég búinn að skrifa gildi. Og síðan langar mig að setja inn einhverja tölur hérna sem að x ætti að vera. Kannski vildi ég láta x vera 3, eða 10, eða 7, eða jafnvel 125. Og það gerist ekkert ennþá, en ég þarf sem sagt í reytin þar sem ég vil að svari birtist, sem hérna undir gildunum, að þar ætla ég að segja Excel hvern hún eigi að reikna. Og ef hún ætlar að reikna samkvæmt stæðinu sem hérna á skjánum, þá þarf ég að setja í fyrsta lagi samasemmerki, vegna þess að þá ég að gefa til kynna að nú á Excel að reikna fyrir mig. Og ég segi gerðu 2 og margfaldaðu, ekki með x, heldur margfaldaðu með tölunni sem í reiknum hérna A2. Þannig gerir 2 sinnum A2. Og þá gerir Excel 2 sinnum talan sem í þessum reit. Og svo stendur í stæðinu þarna +3, þannig ég ætla að leika að láta Excel bæta 3 við í lokin. Og þegar ég get á enter, þá reiknar Excel fyrir mig og segir að gildið er 9. Það er sem sagt ef að x er 3, og ég set 3 inn í stæðinu og gerir 2 sinnum 3 + 3, þá fæ ég út 9. Og ég get líka láta hann að reikna fyrir mig hvað gerist ef x er 10. Ég gæti farið að skrifa aftur hérna sambærilega formúlu og í reitin fyrir ofan, en ég nenni því ekki. Þannig ætla ég að sýna einhver aðra leið sem hægt er að fara. Ég fer hérna í reitin þar sem ég er búinn að setja inn formúlu og á skjánum er svona pingu lítill ferningur neðst í hægra horninu. Ef ég næ að smella á hann og draga niður, þá sjálfkrafa notar Excel sömu formúlu fyrir alla reiti sem er hérna fyrir neðan. Og núna er hún búin að reikna hér hvaða gildi kemur út ef x er 10. Hún sérst að reiknaði fyrir mig, tölvan, 2 sinnum 10 + 3. Hér er hún búin að reikna 2 sinnum 7 + 3, 2 sinnum 125 + 3. Og ég get haldið áfram að setja inn einhverja tölur hérna og sjálfkrafa reiknar Excel jafn óðum fyrir mig gildið. Skemmtilegt. Nú, þetta er eiginlega fyrsta verkefni sem þið þurfa að gera. Farið inn á Námfús, opnið viðhengi sem það er þar, skoðið fyrirmælin og bara rétt í lokin til þess að þetta líti nú vel út, þá er ágætt stundum að reyna að fegra þetta aðeins. Og ég vil til dæmis láta þessar tölur hér vera í miðjum dálki. Að þá hérna uppi ofarlega er hægt að smella á svona miðjumerki, þannig að þetta er allt komið í miðjuna. Ég ætla að gera líka fyrir hérna textan sem er efst. Nú er hann komin í miðjuna. Ég get jafnvel sett einhvern ramma utan þetta. Það er hérna líka ofarlega á skjánum. Þannig að svona er hægt að leika sér og gera verkefni svona fallegt fyrir auga líka, ekki bara setja inn formúlurnar. En þetta fyrsta verkefni á að vera lítið, það á að vera létt, en duga samt til að þið kynnist Excel og verið þá öruggar í framhaldinu með þau verkefni sem að koma síðar. En þá segi ég bara takk fyrir mig og gangi ykkur vel.